Ég er mættur í Skorradal. Ég er á leiðinni hérna þennan veg. Ég er ekki á jeppa þannig að ég þarf að labba að Vatnshorni. En þar er birkiskógur, náttúrulegur birkiskógur. Og er hann talinn vera fegursti náttúrulegi birkiskógur á Vesturlandi. Kíkjum, sjáum hvað við finnum. Ég var ekki búinn að labba lengi þegar þetta skilti mæti mér. Vatnshornsskógur. Frekar óþjált orð en eðlilegt að hann heiti Vatnshornsskógur því að þetta bærinn hérna heiti Vatnshorn. Friðland, hann var friðaður 2009 og er markmiðið að reyna að láta skóginn bara halda sér eins og þessi náttúrulegu birkiskógar voru þegar landnámsmennirnir komu hérna fyrst. Maður sér ekki mikið af dauðum trjám í íslensku skógum. Ástæðan er sú að íslenski skógar eru ekkert sérstaklega gamlir. En dauð tré, fallin tré eru náttúrulega alveg stór hluti af náttúrulegum skógum. Ég hef sagt það hérna áður einhvers staðar að mér finnst börkurinn á gömlum birkitrjám vera eitthvað svo magnaður. Þetta er bara eins og listaverk. Ég er nú enginn sérfræðingur í plöntum en mér finnst svolítið áhugavert samt þessi botnsgróður sem er í svona gömlum birkiskógum. Hérna höfum við kornsúru, fjalldalafífil, blágresi, þarna er mjaðjurt, mosi, bláber, gulmaðra. Þannig að það er fullt af plöntum hérna sem að mynda bara svona ákveðið mósaík. Þegar maður kemur inn í skóginn og tekur við þetta skilti þar sem er verið að tala um friðlandið og líka þennan fjölbreytileika í tegundum. Og hér vex meðal annars birkikræða á birkinu sem hefur fundist á 2 stöðum á Íslandi. Fannst fyrst hér árið 2003. Þannig að ég ætla að reyna að sjá hvort ég sjái birkikræðu hér. Það er náttúrulega verið að reyna að halda skóginum bara eins náttúrulegum og hægt er og það er ekkert verið að gera einhverja stíga skóginn en hér er einhver slóði og ég ætla að athuga hvert hann leiðir mig. Þessi skógur er náttúrulega svolítið falin perla og maður sér það hérna á þessum slóða að það er ekkert margir sem hafa gengið hérna en maður liggur maður fái bara svona pínu samviskupið að labba hérna. Þetta er svo rosalega eitthvað fínt eitthvað.
Mér er svo áhugavert við íslenska birki er að maður lappar hérna og flest trén eru nú svona frekar mjó og oft margar greinar og svona en svo inn á milli eru svona risatré. Kannski tré sem hafi verið með meira pláss eða eru orðin mjög gömul, en ég veit ekki, allavega þetta er svolítið áhugavert og skemmtilegt. Hluti af skóginum heitir Klausturskógur, því Viðeyjarklaustur hafði hér skógartekjur, en það er nú væntanlega langt síðan það var. Og reyndar hefur búskapur og annað verið mjög lítill hérna síðustu 50-60 ári. Og sér maður það svolítið vel á því hvað skógurinn er gróskumikill. Þessi slóði sem ég var að labba, hann mun senn hverfa örugglega því að hér er nýgræðingur að spretta út allt. Skógræktin og Skorradalshreppur unnu að því saman árið 1995 að kaupa landið hérna til að koma í veg fyrir að landinu yrði skipt upp í sumarbústaðalóðir. Og þökk sé þess getur hver sem er komið hingað og notið skógarins. Þó sé verið að reyna að halda skóginum þannig að hann sé svolítið svona náttúrulegur íslenskur birkiskógur, þá er náttúrulega erfitt að koma í veg fyrir það að aðrar tegundir sáu sér í skóginum. Mér finnst ég ekki sjá mikið af gulvíði hérna í skóginum. En hér er gulvíður og ég veit ekki, það er kannski eitthvað sem getur sagt mér hvað þetta er hérna á laufinu. Mjög sérstakt. Ég er búinn að labba hérna slóða talsvert lengi og ég veit eiginlega ekki alveg hvað hann endar og nú er maður bara stopp hérna, það er bara maður kemst eiginlega ekki lengra. En sjáum hvort ég komist í gegn. Herðu, þetta er ekkert grín.
Þetta eins og ég sagði áðan, þessi stígur verður brátt horfinn í skóginn hérna. Það er að vera ágætt held ég. Eitt af því sem er svolítið skemmtilegt við skóginn, það er að þessar ár sem að rennum hann og renna út í Skorradalsvatn. Ég veit ekki alveg með hann að slóða sko. Mér fannst hann ekkert virka á myndinni eins og hann væri eitthvað langur og eitthvað. Væri bara hérna rétt fyrir ofan veginn sem er hérna fyrir neðan. Hann labba inn í heila eilífð og maður getur ekkert stytt sér neitt leið niður. Þannig að ef þið ætlaði að labba þessa leið, þennan slóða, ég ráð fyrir að hann er talsvert langur og hann er alveg áskorun því að það er mikill gróður hérna sem er kominn í stíginn og svo eru ár og annað sem að taka slóðan í sundur. En ég ætla að reyna að halda áfram. Ég er ekki að fara að snúa við núna. Slóðin leiddi mig hingað á þennan skemmtilega grasbala. Og hér er nú hægt að fara í smá piknik. Þá er ég búinn að labba hennar slóð í gegnum skóginn og svolítið langur en samt alveg skemmtilegur. Hann er svolítið krefjandi sumstaðar eins og ég sagði áðan. En nú er ég komin í gegn hérna og ég ætla að labba hérna veginn tilbaka, það er vegur með frá vatninu. Hérna sér maður hvernig skógurinn er að halda áfram að stækka við sig og er búinn að sá sér hérna út fyrir skóginn. Og hérna annars já, ætla ég að segja bara takk fyrir að fylgjast með og vonandi heimsækið Vatnshorns skóg.